Martin, það eru Svissararnir sem voru komast á morgun eftir svekkjandi tap vantarlega í Portúgal. Hvernig að fara inn í þennan leik eftir svona erfitt tap eins og var í fyrra? Það er auðvitað grautfúlt en við höfum allir verið í svona stöðu áður að hafa tapað leik og þurfa að spila fljótlega eftir það og það er ennþá allt galopið í þessu riðli, þannig að það er ekkert hægt að svekkja svo mikið á þessu. Við þurfum bara að halda áfram og sýna úr hverju við gerðum og kannski bara fínt að sé stutt í næsta leik svo þetta maður sé ekki bara að sitja og bíða með blóðið á tönnunum. Það er bara fínt að komast aftur út á völlinn og lagfæra það sem fór úrskeiðis síðast. Talar einhver leikurinn á þjálfarinn aðan alveg á því að leikurinn hafi verið glataður hjá okkur á móti Portúgal. Hvað finnst þið taka jákvætt út úr inn í leikinu morgun frá Portúgals leik? Það er alveg heilmargt fannst mér sko. Ég er sammála því. Mér fannst margt mjög gott og bara maður heyrði það líka frá fólki hérna heima. Það bara komið meila óvart hvað við vorum góðir með að við sko hvernig ástandið er búið á mönnum. Langt síðan margir spiluðu, stutt síðan sem kláruðu. Þannig að þetta er svona rosalega dreift og við náum kannski ekkert alltaf miklum tíma saman í að svona fínpússa hlutina. Og á sama tíma erum við að setja inn nýtt system sem að því að við erum með breyttan leikmannahóp, öðruvísi hæfileika og svo framvegis, þannig að við þurfum svolítið að vera að breyta hvernig við spilum og þetta tekur allt tíma að sjálfsögðu en margt mjög gott og ég er sérstaklega ánægður með karakterinn sem við sýndum. Við gáumst aldrei upp og við sem svona lágst í íslenskt lið, við þurfum að halda í það. Það hefur alltaf svona einkennt okkur að gefast aldrei upp og halda alltaf áfram. Þannig að ég var ánægður að það sé ennþá til staðar og svo hitt bara eftir að smetla ykkur tímapunkti og vonandi er það bara verður það á morgun. Talaði við Jón Axels sem er einn af þessum leikurum sem þetta var ekki fyrsti landsleikurinn hans en hann er að koma inn í alvöru vikt og með mínútur í þetta leik. Já. Þess að það væri svona ákveðin nýr hópur sem að væri svona kannski slípa saman og sem að hvernig líst þér á þetta framhald? Mér líst bara rosa vel á og hann segir það alveg satt. Þetta er rosalega ungur hópur og svona þú horfir yfir til byrjunarliðið þá var það var Pavel sem var yfir 30 en annars eru hinni bara á besta aldri. Og þetta gullaldarlið sem er búið að fara tvisvar á Eurobasket, þetta voru gaurar sem voru orðnir yfir 30 allir þegar þeir ná þessum árangri eftir að hafa spilað saman alla þennan tíma. Þannig að við erum bara, við erum svolítið að stefna á það bara. Við búumst ekkert við í allt muni vera frábært núna og kannski næstu ár verða erfitt en það er bara partur af þessu að vera lítið land að við hefum ekkert endalaust framboð af leikmönnum en hún er vissulega björt og við hefum marga mjög góða leikmenn og við þurfum að halda áfram að fá leikmenn út í atvinnumennsku ef við ætlum að vera betri. Þannig að það bara sýnir sig að allir þeir sem fara út, þeir koma heim búin að taka miklu framförum og það með Jón Axel og hann er klárlega einn af okkar framtíðarleikmönnum og ég persónulega bind miklar vonir við hann og vil bara sjá hann þroskast ennþá meira en hann er klárlega á réttri leið. Alveg að lokum, Svissararnir eru með svona næstu max leikmann sem koma í höllina á morgun. Þið verðið vantilega ekkert starstruck þegar að spila á móti svona kaliberi leikmann eins og Clint Capela? Nei, við höfum spilað á móti leikmenn sem eru miklu stærri en þetta. Þannig að, hann er bara eins og hver annar. Það má ekkert eitthvað líta og stórt á hann. Og við erum vorum að horfa á vídeo með þeim núna. Ég var ekkert eitthvað heillaður. Hann er bara fullkominn fyrir NBA. Hann er stór og getur rúllað á hringinn og þarf ekki að gera neitt. Hann þarf ekki að dribbla eða skjóta eða neitt. Það er bara að grípa og tróða. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi fyrir hann núna þegar hann er kominn í evrópska körfubolta og þarf að fara að gera meira sjálfur. Og ég var persónulega ekkert eitthvað rosalega heillaður á honum í þessu vídeói sem ég sá. Þannig að við lítum ekkert of stórt á hann og við ætlum bara frekar eitthvað annað að reyna að gera hann þreyttan og ráða svolítið á hann. Og ég vil Tryggvi miklu betri. Gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir.